Jæja, þá komið að því. Við Ólafur Ævarsson, geðlæknir, bjögum til þátt hér fyrir jól, þar sem við ræddum geðveiki í svona þjóðfélagslegu tilliti. Og upp úr því spratt svo hugmynd eftir því sem að leið á upptökuna að við myndum reyna að koma á móts við alla þá Íslendinga sem líður ekki nógu vel og hafa strítt við einhvers konar vanlíðan vegna geðlæks vanda. Koma á móts við fólk með því að bara segja okkar eigin persónulegu sögu af geðrænum áskorunum. Ég á nú svolítið feril í þeim efnum, einkum upp úr 20. Og það kom fram hérna síðast að geðlæknirinn Ólafur ekki stikkfrýr í þessum efnum heldur, þannig að ég nú svolítið stressaður akkurat í augnablikinu, veit ekki alveg hvaða stefnu þetta mun taka. En svona til þess að reyna að ryðja burt fordómum og leyfa ykkur að finna að þið eruð ekki ein, þá leggjum við upp. Vertu velkomin, Ólafur. Takk fyrir og takk fyrir kjarkinn. Já, sömuleiðis. Kjarkurinn nú líka þinn. Þetta varð eins og það var einhver galdur hérna í þessu spjalli okkar síðast. Og þetta byrjaði kannski með því að ég var svo ósvífinn í miðri upptöku að spyrja þig hvort þú værir nægilega fordómalaus orðin gagnvart geðveiki, að þú myndir sjálfur viðurkenna það ef þú hefðir sjálfur strítt við geðrænan vanda. Og kannski voru engir kostir góðir fyrir þig en þú játaðir því og þú rétt imbraðir á hérna vanda og sama var hjá mér að ég sagði þér þá mína sögu því mér fannst ég þurfa að vera hreinskilin líka og setja á borðið það sem í hérna minni sögu. Við höfum ekkert rætt það eða skipulagt hvernig við ætlum að fara í gegnum okkar persónulegu geðveilur, ef svo mætti segja. En og kannski verður þú bæði spyrill og gestur, við finnum einhvern veginn út úr þessu. Eigum að byrja á því að þú segir mér þá sögu hvenær þú fyrst fannst fyrir einhverju sem þú myndir sem sérfræðingur sem geðlæknir í dag kalla vanda. Já, ég myndi vilja hafa smá formúla. Já. Þú nefndir bara sem kemur upp í hugan á mér að þú nefnir samtalið og við vitum ekki hvert það fer. Nei. Og það pínulítið freistandi að tala þannig til fólk sem hlustar á okkur núna að það taki eftir einmitt þessu vegna þess að í mínu starfi og fólk hugsar ekki alltaf út í þetta, þá samtalið sterkasta vopnið. Já. Og það þannig að í samtölum þeirra sem kunna samtalsmeðferðir, þá það meðferðartæki. Já. Og það svo oft einmitt að það gerast einhverju töfrar þar og við segjum sálfræðingarnir og geðlæknarnir já, þetta svona áhrif eða þá upplifir maður að í einu samtali getur komið bara breyting sem að hefur mikla þýðingu. Eitthvað sem hugurinn einn þegar maður situr einn og hugsar sig út úr heiminum ræður ekki við. Á erfitt með og við köllum þetta speglun og ekki innsæ og þetta eru alla tegundir af samtalsmeðferðum. Já, einmitt. Næst í formálánum þetta það sem við vitum geðheilsu að í hverri fjölskyldu fjórðu hverri fjölskyldu alvarlegu geðsjúkdómur. Fjórðu hverri fjölskyldu alvarlegu geðsjúkdómur. Sem hamlandi. Svolítið þessi tölum og rannsóknum annar hver, þriðji hver þarf einhver tíman á ævinni að fær það slæma vanlíðan að hann hefði gagn af því að fara í meðferð, hvort sem það samtal eða lyfja meðferð eða einhvers konar ráðgjöf. Svona algengt þetta, þannig að ef við værum í þessari vinnu okkar að reyna að gera gagn ég og þú, sem að ég finna það ríkt í okkur báðum, að þá væru við ekki sannir ef við heldum að við hefðum sloppið. Nei, við erum að ræða við bara annan hvern hlustanda og áhorfanda hérna. Já, ég held maður getur náttúrulega sagt að lífið þannig að það þurfa allir á stuðningi að hjálpa að halda einhvern tímann á ævinni og við getum sett ýmis nöfn á það þó þessi ekki greiningar eins og bara sorg. Já. En
En sko, ég hef sjálfur verið mjög heppinn með heilsuna almennt. Já. Bæði andlegu og líkamlegu heilsuna. Og mér finnst samt mikilvægt að tala þetta eins tæpitungulaust maður getur þó maður sé svo sem ekkert endilega að opna mikið inn á persónlega hluti. Ja, hver og einn velur það. Já. Vegna þess að bæði er gott að tala það og svo tengja margir við það og svo kannski það líka áminningum hvernig orðfæri við notum. Það eru ennþá mikli fordómar eins og við ætlum að tala og eftir meir áfengi. Það mikli fordómar það. Það ekki allir sem upplifa það að það sé rétt að nota sjúkdómsmódel við áfengisvanda. Nei. Og við erum oft með full neikvæð orð út í það geðræna. Ég sá á ágæta könnun sem að hafði reiknað talið neikvæð orð í Disney-myndum geðheilsu, fruitcake, mental case, hvað þetta allt. Þannig að ég held að okkar innlegg í dag vona ég að minnst hvort ég geti hjálpað til við þetta. Já, ég vona það líka. Já, en ég held svona ef ég reyna að greina sjálfa mig, ég reyndar ekki gert það. Ég fór nú bara með það heim sem verkefni frá því síðast. Af því að ég get lýst vanlíðan á tímabili með hvort ég hafi fengið einhverja greiningar. Já, ég fengi eitt krabbamein sem hefði getað að vera alvarlegt en ég slapp fyrir horn með og ég fengi svona heilsubrestin sem að reikna með að fá. Nú ég að komast á þennan aldur og ég get verið að búast við einhverju alvarlegra. Ég svolítið upptekinn af þessu með ættgengnina því að það kom svo mikið upplýsingu þar. Ég gæti til dæmis verið með ættgengi fyrir Alzheimer sjúkdóm. Ég ekki myndi vilja vita af því. Nei. Það ekki til lækning ennþá. Ég fengi svona tímabil sem að eru álagstímabil eða áfallatímabil sem ég held að sé alveg í stíl við það sem bara flestir fá og þá fengi bara, ég heppinn með fjölskyldu, ég fæ mikinn stuðning þar. Kannski ég átt að fara í meðferð einhvern tímann en þarna var ég yngri og þekkti ekki inn og kunni ekki á sko. Ég man reyndar eftir því að ég leitaði einu sinni til frænda míns í eitt viðtal, þá var ég í Klípum og hann var geðlæknir og hann var vímu geðlæknir og var eins og Valgerður sem var hér í viðtali nýlega Rúnarsdóttir með sér þekking á áfengisvanda og ég var ekki að tala svoleiðis mál við hann og þá var hann frændi minn og ég þekkti hann allaveg en allt í einu satt ég inni hjá hann sem bara ungur læknarnemi og það var mjög merkilegt viðtal, þá sá ég hann í öðru ljósi því að heima í stofu hjá sér setti hann mig í viðtalsmeðferð og álægið náttúrulega þegar stundar læknis. Já, þetta var svona álagsvandi og ég var svona að taka þungar ákvarðanir flóknar ákvarðanir fannst mér og hvers konar lækni ég vildi verða og ýmislegt svona. Ég hugsa að hann hafi haft áhrif á það í valdi geðlækningarnar þó að fleira hafi valdið þeim áhuga seinna. Fannst þér ekkert erfitt á þessum tíma að leita aðstoðar? Það var bara einhvern veginn ekki stillin allar maður dytti það í hugskilu þarna gerði ég það nú eiginlega bara því að hann var frændi minn En þú þorðið það þó? Og stundum er nú erfiðast að segja einhverjum í fjölskyldunum að hann líði illa Er það ekki? Jú, ég kem úr fjölskyldu, stóri fjölskyldu sem að ég held að það voru 3 kynslóðir í sama húsi, 4 tíma að þetta er svona fjölskylda sem ég held að sé mjög dæmigerð fyrir Ísland og þetta eru sjómenn og bændur sem hefur flutt á mölina, hvort sem það var nú í Reykjavík eða á Akureyri eins og í mínu tilfelli og þetta fólk átti sér mikla sögu heilsubrest á tímum þegar stuðningur og fordóma voru öðru vísi og ég hef oft hugsað það mikið seinna á ævinni sko, hvað þetta fólk var mikla fyrirmyndir og ef ég fer aðeins meira frá mér og yfir í langsvæðina það er mjög mikið fjallað það núna hversu mikil áhrif áföll geta haft á okkur seinna á ævinni og stundum og nú fer ég gegn megin strömmnum finnst mér við gerum mikið úr þessu Valgerður Rúnarsdóttir er sömu skoðan og það vegna þess að kenningarnar í hennar fræði að það sé ekki alltaf að kenna áföllum áfengið en og ég held ef ég hugsa á eigin skinni að þá finnst mér þó að það hafi verið nógu erfið þessi tímabil og maður dapur og svona kannski
ráðalaus að þá hefur það á einhvern hátt held ég styrt mig að minnst sem gefur mér reynslu sem hefur nýst mér í mínu lífi og í mínu starfi. Já. Var það á þessum tíma sem þú fékkst kvíðakastið? Nei, þá var ég bara unglingur. Þú ert bara unglingur þegar þú fær kvíðakastið? Ég hef bara verið svona öðru kólu með við 10 ára aldur og satt bara í bíl út á landi í fallegu veðri og fínu ferðalagi og ég hef ekki hugmynd hvað þetta gerðist. Við fórum yfir það þegar við hittum daginn að þú fannst fyrir miklum líkamlegum einkennum þar eins og fylgir kvíðakastið. Já, ég var bara að deyja, sko. Þetta var mjög slæmt og ég hef oft hugsað að ég veit það á rannsóknunum að margir fá eitthvað svona kost á ævinni en þeir sem fá mörg kost, þeir festast í þessu, þeir verður þetta hræddir við þetta. En svona að því við erum að tala heilsun okkar að ég hugsa nú að ég sé svona eins og margir læknar og tónlistamenn og flugmenn og kennara, fólk sem vinnur svona ábyrgðarstörfa, það svona nákvæmni í mér sem að sjálfsagt stundum jaðra við einhvers konar kvíða eða þráhyggju. Svo læri maður bara að stýra þessu, þannig að ég myndi nú kannski ofur áherslu á skipulag. Já, og svona að löngun að láta hlutina ganga vel og þeir sem eru þannig ef þeir eru undir álagi þá verða þeir kvíðnari alveg eins og þeir sem að hafa einhverja depurð í sér og tilneyngis að verða lokaðir sem að ég hef ekki að þeir verða þá undir álaginu þar og þeir sem eru sveiflóttir og örir þeir verða örar undir álaginu þannig að þarna kemur samspilið á álaginu inn að því við erum svo mörg að glíma með álagið og umræðinum streituna og kulnun er svo dýrmætt vegna þess að það hjálpar okkur að skilja ef við erum undir of miklu álagi of lengi þá verðum við ekki besta útgáfan af okkur og ef ég tek orðan norðan þá styrkjast síást betur skafangarnir í okkur gallarnir og ég hef oft fundið fyrir því eins rólegur og sætur og ég virka núna í viðtalinu þá get ég verið pirraður og spenntur í álaginu. Það er mjög gott að þú nefnir þetta. Við erum náttúrulega alltaf meir og minna öll með grímur. Við þurfum einhvern veginn að halda okkur þannig að fólk sjáu ekki gegnum grímuna. Nei. Og sum okkar geta það lengi en svo kannski rennur upp sá dagur að við getum það ekki lengur. Nei. Og grímuna geta verið bæði til gagns og íls, þannig sé sko. Já. Og það er, við köllum grímurnar varnarkerfi. Já, varnarkerfi. Hvernig við verjum okkur. Já. Og dæmi varnarkerfi sem er þá oft rætt í tengslu við áfengisvandan er meðvirknin. Já. Sem er oft talað illa ég vil ekki gera það. Meðvirknin er frumstæð vörn. Já. Hún er nauðvörn þegar maður hefur ekkert annað en hún er ekki svona góð varnargerð til þess að takast á við langun vandamál. Hún leiðir mann ekki alltaf, hún verður mann í bráðastöðunni og vandræðanum en hún leiðir mann ekki alveg út úr þeim. Það finnst mér skynsamleg nálgun hjá þér, hún er eðlilegt viðbragð, getur maður sagt, er það ekki oft? Já. Í aðstæðum þar sem þú átt ekki útgöngu leið. Já, þannig að stimpla meðvirkni alltaf sem neikvæða er mjög varasöm einföldun. Já, einmitt. Sko, kulnun. Já. Voru einhverjir kaflar hjá þér þar sem að þú fannst aðkynningu að kulnun? Nei, mikið meiri það. Ég farið það bara mjög alvarleg stig kulnuna því að ég er í þannig starfið, það er mikið álag en sko í svoleiðis stöðu því að hvað er langt síðan þú fannst fyrir svoleiðis, ég oft fundið það oft verið nálægt því að bugast og til að halda áfram vinnu já sko þetta eru svoleiðis aðstæður út í heilbrigðiskerfuna, maður verður að taka tarnir, svo erum við í náminu eins og ég í doktorsnámi og flóknur rannsóknum og svo er fólk að koma sér upp fjölskyldum og ég vil ekki hljóma eins og ég sé að hvart og mikið því að þessi vandi hann er miklu flóknari hjá ungum konum sem að vilja fara þessa braut og eru með meiri ábyrgð á heimilinu en sko þetta hugtakullunin og sjúklega það var svona kannski ekki komið þarna þannig að maður kannski bara á íslenska mátan beita jaxlinn, ég gerði það og svo lærði ég á það að hvíla mig og ég var svona við sæmum með það að finna út hvernig ég geti hvílt mig og þá hverfaði senginni
sem að sjúklega streitan gerir ekki, þá situr maður fastur. Og svo enn og aftur að ég heppinn sem ekki allir eru að hafa mjög góða fjölskyldur sem að styðu mig alltaf og það er dýrmætt og maður á að hugsa það hver og einn og hvernig maður nýtir það. En hvaða leiðir fannstu, hvaða tæki voru tæk? Já, ég gerði nú svona alltaf eins og ég held að þú gerir, ég notaði alltaf tónlistina og hreyfinguna og eitthvað svona sem nærtækt og ég var Ræddur þetta við viniðina? Já, við lærum mikið á þetta í náminu, þannig að maður innan fólkstöðut og getur fundið sér stuðning og sko ég hef á námsárunum og rannsóknartíma árunum þá var ég sko í vikulugum samtölum við geðlækni. Bara það hefur hluti af þroskaferli geðlæknisins. Já, bara frábært. En stundum sko ég spyr vinina vegna þess að það getur verið annað að ræða við vini svona mál en fjölskylduna vegna þess að fjölskyldan beint einhvern veginn innvikluð og er kannski hópið þolenda á meðan sko vinirnir ekki beint þolendur eða þolendur með öðrum hætti þegar mann líður illa. Nei. Þannig að mér hefur fundist sem sagt mikilvægt á minni mannsæfi að eiga samræðuskjól bæði innan fjölskyldu og utan. Já, sko, má ég klára þetta er mjög stórt atrið og ég hleypi þér að svo ég taki nú gælan tíma. Ég vil nú bara komast af sem seinast. Það er bara þitt vardakerfi. Já. En sjáðu, að það sem vorum að segja á þann, að þetta er svona algengt og það sem að geðræn vandamál eru mjög algeng. Alvarlegir geðsjúkdómar eru frekar sjaldgæfir. Það er mikið af geðrænum kvillum, sjúkdómum þarna á milli, það sem þetta er að beita forvörnum. Þannig að ef þetta er rétt sem ég veit að er rétt, að mjög margir gætu haft gagn af stuðningi, ráðgjöf meðferð, þá er svo mikilvægt að tala þessa hluti sem að við kannski tengjum ekki við gamla klepparan, heldur tengjum við hvern og einn, við erum öll að lenda í þessu. Og þá getum við að tala um ráðgjöf og handleiðslu alveg eins og meðferð. Og þess vegna er svo í forvarna löngunina því við getum ekki senda alla sem líður illa til geðlækna eða sálfræðinga og fjölskyldan er náttúrulega mjög dýrmætt og vinirnir eru dýrmættir en maður getur líka gert mikið sjálfur og við getum lært hvert af öðru. Já, vissulega. En það hefur hjálpað mér mjög mikið allt mitt líf að eiga greiðan trúnaðar aðgang góðum vinum. Já, það er mjög dýrmætt. Og við vorum stundum kallaðir hérna fyrir mörgum áratugum kettlingarnar. Ég og nokkrir jafnaldrar mínir sem vorum í þéttum og góðum vinahópi. Af því við vorum svo oft að tala mál sem að á þeim tíma var oftar sagt að konur væru svona meira að ræða eins og okkar einn, tilfinningar og eitthvað svoleiðis. Ég tengi við þetta því að mínir bestu vinir, þeir eru vinir mínir frá því innan við fermingu, sko. Já, einmitt. Þannig að þetta er mjög dýrmætt. En það hafa ekki allir sterkar fjölskyldur, það hafa ekki allir góða vini, það fara sumir einhverjar óheppilega leiðir að takast á við vanlíðanina sem að aftengir þá, þeir einangra sig eða þeir drekka og þar kemur þá einhvers konar truflun inn í viðbröðin. Að þú nefnir drykkju. Við erum náttúrulega alveg gegnum sósuð í þeim kúltúr að fixa okkur að í stað þess að leggja á okkur það sem þarf að gera til þess að komast fyrir raunverulegan vanda eða upprætan eða halda honum niðri til langframa þá fixum við okkur við fixum okkur með hinu og þessu hvort sem að það er áfengi, hvort sem það er nikotín borða klám, eitthvað annað á internetinu. Það hefur nú sjálfst lengi verið þannig en hérna ætli það sé ekki þeir tímar núna sko, sem fixið er svona oft fyrsta viðbragð við krísu. Skammtíma fix. Það er svona eitthvað sem segir mér að hérna, maður heyri það á unga fólkinu að hérna við leitum svolítið mikið í skyndilausnir til að slá á en laga ekki neitt. En tókstu lyf við svona andlegum krankleika þínu þegar hann íþyngdi þér mjög? Nei, ég hef nú eiginlega bara
Aldrei þurfti að taka lyf nema bara svona einhverja einfaldar sýklameðferðir sko. Ég nýtti mér svona þar sem ég var byrjar að læra svona slökun og hef eiginlega alltaf verið heppið með það. Ég hef alltaf getað sofið og ég hef notað það sem sko sterkt vopn. Ef það mikið álag þá svef ég meira fyrir rúmið og passa vel upp á svefnin og það annars svona atriði sem mjög mikilvægt þegar maður að hugsa einhvers konar aðdraganda og leið inn í einhverja meiri vanlega en ef að svefnin bila þá myndast svo fljótt vítaringur og það svona atriði sem hægt að líka varandi áfengi því að margir að nota áfengi til þess að svæfa sig sem einhvers konar fix en jú, það róar og deyfir en það truflar svefngæðin og ekki góð svefnmeðferð upp í staðið. En myndirðu segja að það hafi gert þig betri geðlækni að hafa lifað þetta á eigin skinni sem þú hefur rætt? Já, mér finnst ég hafa verið heppinn. Þetta sem ég hef lent í eru svona þessi mannlegu, venjulegu áföll og álagstímar og já, mér finnst það nú gefa mig meiri skilning en ég ekki heldur viss að maður geti sagt að það sé gott að eins og stundum sagt í áfengismeðferðinni að það væri gott að geðlæknirinn hafi prófað sjálfur að vera geðveikur og taka lyfin, það held ég ekki þannig að ef þú talar þessa alvarlegu geðveiki þá þar svo mikið af hugsunartruflunum og ranghugmyndum og svona sem maður óskar engum sko. Já á ég að segja það mína sögu? Já, ég býð spenntur. Ég hef á tilfinningun hún sé meira krassandi en mín. Ég veit það ekki. Ég veit ekki hvort hún meira krassandi en sko áður en ég segja það mína sögu. Já. Þá langar mig að nefna að ég fór í meðferð, áfengismeðferð 2003 held ég örugglega. Og þá fór ég að taka þátt í svona fundastarfi, A-starfi og grúpum, meðferðastarfi í hópum og fyrir sem sagt á þessum tíma fyrir 22 árum þá í svona jafningja þegar unnið á jafningjagrunni eins og A-fundi þá svona venja að fólk bara sé ekkert feimið við að draga fram sársaukafull atriði og kannski ræða þau opinberlega, eða ekki opinberlega náttúrulega inn á lokuðum fundi og ég svona fann það að ég var alveg ég gat rætt allt sæmilega og opinskátt nema geðveikina og ég svona ætla að byrja á að segja þér þetta vegna þess að ég held að þetta geti hjálpað einhverjum að heyra mig tala og hugsa svona þarna árið 2003 þá væri svo smeykur að ef einhver vina minna á A-fundunum myndi brjóta trúnað og færa að segja fólki út í bæ að ég hefði verið á geðdeild þá var ég svo smeykur að ég myndi missa lífsbjargirnar ég var svo hræddur að einhverju vinnuveitendur myndu alltaf þegar ég myndi sækja starfi eða eitthvað haka mig út þannig að þetta hefur verið mitt mesta tabú þessi geðveikisaga ég vildi bara nefna þetta til marksum að ég heldur séu mjög margir sem draga þetta síðast fram en vonandi eru tímarnir aðrir núna. Þetta að breytast mikið. Það ekki? Jú, mér líkar mjög vel að þú notar orðið geðveiki. Það fallegt orð í íslenskunni en það fyrir mörg eyru sterkt orð en mér finnst þegar maður tekur svona skref eins og þú ert að taka núna þá notum við bara réttu orðin því annars þegar maður farin að tala eitthvað sem ekki alveg skiljanlegt. Nei og það hefur kannski verið svolítið þreytandi við síðari tíma það eru endalaus skrautkvörf að nálgast ekki kjarnamála með þeim orðum sem við eigum á gæt yfir ýmis fyrirbæri mér finnst það vandamál líka bara alveg fínasta orð mér finnst frekar hallærislegt að öll vandamál
þú verður að kalla þau verkefni. Já, ég er sammála þessu. Já, gott En hvernig nálgastu þetta núna? Ég verð að segja það að ég hef mjög mikið álit á AA-starfinu. Það hjálpa mjög mörgum, svo aðrir sem finna sig ekki í því. Og það þessi, held ég, eitt af því sem þar þessi einlægni og finna skilning frá öðrum sem svona mannlegur eiginleiki og styrkjandi eiginleiki. Já, það margt fólk sem á það sameiginlegt að hafa skitið upp á bak. Já, en býtu, nú ég að reyna að skóla þig í því að tala með réttum orðum. Okay. Þetta svolítið neikvægt. Já, ég nota þetta reyndar í húmórísku. Ég veit það og við erum að glíma við þetta og má ég prófa að setja hann í orða það sem þú sagðir? Já. Að því miður vektistu þá. Já. Og þú segir ég skeit upp á bak, það alltaf mikill munur. Við tölum líka stundum það í gríni að veikt fólk sé að reyna að lækna veikt fólk. Já. Sko, það eru til svo mörg sjónarhorn á þetta. Já. Mitt bara húmórist. Ég held að allir þeir sem ég þarf líka að vera með ákveðna brynju hérna í þessu spjalli. Ef ég færi of nálægt kjarnanu þá veit ég ekki alveg hvað myndi gerast. En hérna mitt sjónarhorn á þessi mál hefur verið að það hefur allavega hvort sem það kallast eða eitthvað annað. Þá hefur jafningjastarf verið með mjög mikilvægt, maður eignar skoða vini og svona. Og hægt og rólega með hættir maður að skamma sín fyrir að vera sá sem maður því að það eru svo margir aðrir sem eins og maður sjálfur. Þannig að hérna ég lofa það starf mikið í dag. En þá ætla ég bara að henda mér í þetta. Ég veit ekki hvar ég á að byrja söguna. Mamma segir að ég hafi ekki sofið neitt mjög lengi sem barn, eiginlega bara árum saman og ég þyngdist ekki. Og mínar fyrstu minningar eru svolítið þær að ég hafi verið svona ultranæmur. Og ég þurfti mjög lítið til að fá gæsahúð, ég var alltaf að semja eitthvað, lög og ljóð og lestrarhestur og fór snemma í músíkina og eitt af því sem að mér fannst verstu sjálfa mig var að ef ég heyrði fallega músík eða bara ef einhver sagði eitthvað fallegt þá fór ég bara að skæla og bara runnu tár niður hérna kinnarnar og ég var svo ofnæmur og ég stundu velti fyrir mér hvort það hafi verið vegna þess að taugakerfið hafi þroskast ekki með hefðbundum hætti út af þessari vannæringu eða svefnleysi og hvort það hefur átt einhvern þátt í því sem síðar varð. En ég ólst upp í á ásturíku heimili, átti góða foreldra, var ein ógn í næsta húsi, vondur maður, illmenni sem stundaði hræðilegt ofbeldi, bæði gagnvart börnum og fullorðnum. Á einhverjum tímapunkti hélt ég kannski að mein mín mætti að einhverju leyti rekja til þessa manns, hann á hann. Í dag eignaðist ekki börn og sum okkar eru núna fyrst einhvern veginn að læra það að við megum tala hann og eigum ekki að hlífa honum þótt hann sé látin. Ég veit ekki sem sagt hvort þetta hefur einhverja þýðingu en ég elst upp í Mývatnssveitinni, fer ungur í heimavistarskóla, svo til Akureyrar og mér finnst að ég hafi kannski ekkert verið mjög ódæmigerður, gekk rosalega vel í skólanum og með toppeinkunnir þótti mjög hæfileikaríkur, mikil pressa á mig í músíkinni og eitthvað svona sem píanóleikari, vann til fjöldaverðlauna og svo það svona í kringum 17-18 ára aldurinn að þá uppgötvaði ég áfengi og ég hef sannlega verið alltaf mikið stressaður og svona verið komin svolítið langt í einhverju stressi því að ég man það að þetta var eins og hverjannar bara töfralausn fyrir mig. Fannst það strax bara? Já, ég slakaði alveg á og ég var glaður og það fór alltaf ganga miklu meira í samskiptu við stelpur og í félagslífinu og ég held ég hafa alveg náði að vera skemmtilegur drykkjufélagi allavega svona 2 ár. Veit ekki hvort það var mikið lengra. En svo fer bara áfengið að taka alltaf meira en það gefur og miklu meira. Og ég ekki gamall, ég svona 20, þetta kostar mig líka bara í samskiptum við fólk og sambönd og ég lendi mikil í krísu strax eftir stúdent. Staðis að verði eitthvað úr mér.
í stað þess að ég standist væntingar samfélagsins sem ég var alltaf eitthvað að pæla í sko, svona veika sjálfsmynd horfa á mig með augum annarra það var eitthvað sem að ég læriði frekar fljótt og það verður semst ekkert úr mér það hefst saga mótlætis og mombrigða ég skrám í hvert námið á fætur öðru, bæði innanlands og utan og ég kem alltaf með einhvern veginn öngulinn í rassinum heim og drykkjan verður verri og verri og svo það eitt sumarið ég að vinna tvöfaldavinnu í Mývatnssveit og ég var bæði að vinna sem verkamaður í verksmiðju þarna á daginn og svo var ég að spila á píanó á kvöldin og það þarna í bara einhverju lagi sem ég að spila kvöldið fyrir framan gesti sem að ég annarkvort fæ kvíðakast eða taugaáfall ég veit ekki hvort það en ég get lýst því fyrir þér hvað gerðist já, ég gleymdi því að ég lenti heiftalegu bílslýsi 1984, 19 ára gamall ég flög 18 metra í loftinu í gegnum framrúðu og algjört kraftaverki skildi lifa það af og eftir það fann ég fyrir svona ákveðnum breytingum á andlegri líðan minni ég fekk mjög þungt höfuðhögg og eitt af því sem ég man eftir var það að timburmennirnir, þeir urðu verri fekk náttúrulega alveg brjálaðslegan skammt af lyfjum og var að hafður mölbrotin með 4 brotna hryggilið og ég veit ekki hvað og hvað í strekk á Borgarspítalanum allt það sumar og hvernig kláraði ég þá vist? Jú, ég fekk vin minn til þess að stela mér þar sem ég átti að vera í læstri hliðarlegu hann kemur nú sjúkrahúsið og hann stelur mér löngu áður en ég átti að útskrifast og við ökum austur í Atlavík þar sem ég fór og datt í það með stuðmönnum veist, ég þessi gaur en allavega aftur að þarna Hótel Reynihlíð þegar ég að spila á píanóið að það sem ég man fyrst það að hjartað fer bara hraðar og örugglega komin nálega 200 slögum og meðan ég að spila og svo þrengist öndunarvegurinn þannig ég alveg hættur að geta andað ég reynir nú að spila alveg fyrir mér rauðan döðan the show must go on eins og þú þekkir en svo ég bara komin í svo mikla andnauð að ég neyðist til þess að hætta og ég stend og fætur og ég bara dett og ég skríð og reyna að komast út úr salnum og allir gestirnir að horfa á mig og þá átti ég með því að ég líka farin að sjá mjög afbrigðilega og ég fann að sjá hluti sem ég einhvern veginn strax bara reyna að loka augunum fyrir svona upptaktur óskynjana og þarna veit enginn hvað á að gera það endar þannig að ég fyrst keyri til Húsavíkur og þar held ég að menn hafi ekkert vitað hvað þeir voru að díla við ég fekk hverja sprautun og fætur annari alveg svakalega sprautur ég heldur að hafi haldið ég væri fíkniefnissjúklingur ég var það ekki ég ofnotaði áfengi en ég hafði aldrei prófa neitt dóp og ég man eftir því að það var einhver fíkniefna umræða. Svo vakna ég alveg mjög laskaði daginn eftir og þá keyrður í sjúkrabíl á geðdeild til Akureyrar og þar segir mér Sigmundur heitinn geðlæknir fyrsta daginn að ég sé sennilega veikasti sjúklingurinn í öllu húsinu á allri deildinni. En ég leyfði honum einhvern veginn ekkert að segja mikið meira en það vegna þess að ég var svo busy sem náttúrulega hluti á svona maníu sem að já, ég augljóslega var í þarna og þú getur kannski sagt mér eitthvað meira þetta eftir hvað var að gerast en ég var svo busy að ég þurfti bara að keyra mjög bráðlega til Reykjavíkur þar sem ég innritaðist í örugglega 100 kúrsa og 3 eða 4 atvinnur og að ég hafði bara tíma til þess að vera 3 nætur á geðdeildinni og útskrifaði mig svo bara sjálfur og fer suður og þetta upphaf að mjög brösóttum tíma eðlilega ég hlýði engum leikreglum ég þigg ekki hjálp ég bara böðlast einhvern veginn áfram með taugaáfall eða kvíðakast og það sem var verst við þetta ástand það voru ofskynjanir sem að ég varð heftalega við þetta bæði hvað það varðar að til dæmis ef ég var að aka og það sloknaði pera í einum ljósastaur þá var bara eins og öll ljósin í bænum hefði verið slökkt brjálæðislegar sveiflur bara pínulítil sveifla munnaði öllu
Annað sem var mjög óhugnanlegt, það var að ég sá augun springa í fólki og sérstaklega ástvinum mínum. Þau bara sprungu framan í mig og það bara sátu eftir tóftirnar og þetta bara gerðist hvað eftir annað, þannig að ég þurfti að hætta að horfa í augun á fólki og horfa bara niður og ég gat stjórnað sjónvarpinu, ég gat hraðspólað yfir mynd, ef ég var busy við að skrifa tónverk, þá gat ég bara ráðið því sjálfur. Þú áttir það því ég er að tala í rangkomyndum, ég var ekki raunverulega að gera þetta. Hélt þetta áfram eftir að koma söður? Já, svo fer ég söður, skrám í öll þessi námskeið. Þetta var svona 3-4 mánuði hægt og rólega að temprast og deyja út. Og ég ákvað að hætta að drekka í 40 daga eins og Kristur í eyðimörkinni. Ég féll eftir 39 daga sem svolítið saga lífsmins. Næstu því Bjössi. Hvernig leið þér á því tímabili, manstu það? Ég var mjög hræddur og þessi að missa geðheilsuna þetta er það versta sem hefur fyrir mig komið. Þú veist aldrei hvort þú munt fá hann aftur. Og þetta er einhver mesta skelfing bara sem hægt er að lenda í. Ég var nestaður frá geðdeildinni fyrir norðan með hellingatöflum, líbríum, eitthvað fleira. Ég tók það í einhverja daga, svo fannst mér sumpart að það væri að taka meira heldur en það gæfi, hætti að taka það. En hver var spurningin aftur? Já, nei, þetta er alltaf í haldafrans. Ég var bara svona aðeins að heyra betur tímaröðuna. Já. Svo ertu komin söður og komin í álagi hér. Já, býti nýtt álag, milljón vinnur og allt það. Og svo bara, eins og ég segi, það er eitthvað brotið, Ég lími það einhvern veginn saman, en það er samt brot. Og hafði brotnað áður, veit ekki hvenær og svo bara tekur við svona brastími honum líkur í raun ekki einu sinni þegar ég fór að læriði hótelstjórn í Sviss kem tilbaka hafði bara klárað grunngráðu ég ætla að taka lengri gráðu þá er ég svo reiður út í sjálfa mig að ég parkera mér í herbergi heima við vatnið, Mývatn og ég komst ekki út úr þessu herbergi í 80-90 daga og ég hugleiti hverja einustu nótt hvernig get ég svo lítið ber á farið út í Mývatn og drekkt mér og látið það líta út sem slys og ef vinur minn 17 ára hefði ekki svipt sér lífi sem átti einnig augljóslega erfitt andlega og ef ég hefði ekki séð þær afleiðingar sem að hans sjálfsvíg hafði á hans nánustu þá hefði ég mögulega farið sömu leið en eftir að hafa orðið vitnað þeim harmleik sem hans fráfall skildi eftir þá hugsaði með mér þú getur ekki látið neinn standa í því að upplifa það ef þú sjálfur tekur þitt eigið líf þannig að merkilegt nokk þá má kannski segja að sjálfsvíg vinar minns hafa einhverju leyti bjargað mínu eigin lífi en sem sagt maður einhvern veginn mér gekk ágætlega í vinnunni sjáðu þótt ég kláraði hann ekki alla gráðurnar sem ég ætlaði að klára þá var ég alltaf í atvinnu og mér gekk reynda bara mjög vel í vinnunni en einkalífið er náttúrulega allt önnur stærð og þar er maður í miklum vanda með sjálfan sig og þar er maður að skapa fólki sem maður elskar ama og vanda og það er ekki fyrir en eftir 3 ár sambýliskonur komin eitt strákur til sögunar og fóstur börn það er ekki fyrir en fyrir að halla undir fertugt sem að ég gafst þannig upp að ég gat hugsað mér að fara inn á Vog og ég fór inn á Vog í áfengismeðferð bara til þess að reyna að lifa aðeins lengur vegna þess að ég átti barn og ég þurfti að vera í faðir ég fór ekki út á Vog vegna þess að það hvarflaði að mér ég gæti orðið glaður aftur í mínum huga var alveg ljóst að ég myndi taka mig vímugjafann þá myndi ég taka mér alla möguleika á að verða glaður aftur en þetta átti nú heldur betur eftir að breytast vegna þess að það er svo í miðri eftir meðferðinni á Staðarfelli
sem að bara eins og kemur elding í hausinn á mér, bara hamingju elding og þá einhvern veginn átta ég mig á því að ég hef verið að drekka sem þolandi fórnalamb út á eitthvað, ég hef verið að bara, ég hef einhvern veginn ekki tekið næga ábyrgð á sjálfum mér, ég hef ekki leitað þær úrræði sem ég hef þurft að gera og ég fæ von og átti alveg frábæran næstu því áratug í kjölfarið á því að fara þarna í meðferð og eignaðist á mína ágætu konu sem ég á í dag og 2 yngstu börnin og yndislegur tími. Sögunni líkur samt ekki alveg þarna því að þegar ég var búin að vera edrú í hátt í 9 ár þá var ég viss að ég væri orðin eins og venjulegt fólk eins og heilbrigt fólk og ég var svo ánægður með sjálfa mig hvernig allt hafði gengið að ég hugsaði með mér, þú getur orðið hófdrykkjumaður þannig ég reyndi aðeins að verða hófdrykkjumaður með litlum árangri en tókst svo einhvern veginn að rata aftur heim inn í vímuleysið og ég þakka konunni minni það hún stilti mér upp vegg og ef hún hefði ekki gert það þá veit ég ekki hvort ég væri lifandi í dag, ég hef ekki hugmyndið það en þetta svona í örfáum orðum geðveikissagan, síðan hefur mér bara liðið mjög oft vel en það engin dagur sjálfgefið góður og ég þarf að vanda mig bara þegar ég vakna á mótnana þá þarf ég að vanda mig og ég þarf að gera alls konar hluti ég þarf eins og þú ert að nefna, ég þarf að hreyfa mig ég þarf að reyna að vera jákvæður ég þarf að hitta fólk það í eðli mínu að kortslúta mér, fara til hliðar og slíta mig úr samvistum við aðra og svona. Lyf hef ég annarkvort ekki tekið eða ekki þurft að taka. Ég fekk ADD-greiningu, var lengi að taka lyf við því, en mér varst ég aldrei sofa nógu vel og svo hætti ég að taka þau lyf, svaf betur og ég fann að læra á sjálfa mig núna að hvatvísi vandamál hjá mér. Samskipti geta verið vandamál þegar ég of hvatvís en þetta svona já, þú skilur að hverju ég spýti þessu svona út mér mér finnst þetta erfitt að tala þetta en ég vildi samt vera heiðarlegur og segja þér það helsta og þetta svona í stórum dráttum saga. Þú segir mjög þetta mjög greinagóð saga hjá þér og þakka þér fyrir að vera svona einlægur. Það mjög margt hægt að læra þessari sögu og mér langar að tala það ef að þú gefur því vægi og tíma en fyrst langar mig að óska þér til hamingju vegna þess að þú heyrið að þegar ég fyrir að rekja þetta svolítið með orðum geðlæknis þá skilur betur hvað þetta voru alvarleg veikindi. Það ekkert minna kraftaverk að lifa þetta af heldur en 18 metra í loftinu út bílrúðuna. Til hamingju með það. Takk fyrir. Og það sem ég finnst áhugavert í svona sögu, það sem svolítið sérstakt við geðheilsuna, ekki bara áfengisvandan. Og það kemur svo vel fram við þinni sögu. Ef ég tek út svona 2 atriði sem ég hef skipta mestu máli. Og það þetta fyrst að hvernig umhverfið og aðstæðurnar hafa áhrif á veikindin að þróast. Hverjir maður með, við hvað maður að glíma, hvað í boði. Og þá getum við talað aðgengi af áfengi skilur og það nefnilega þannig að geðheilsan svo háð, geðsjúkdómarnir flestir ekki allir, eru undir svo miklum áhrifum frá því sem að gerast í kringum okkur meiri áhrifum, það eru meiri umhverfisáhrif heldur en að mörgum líkamlegu sjúkdómum og svo hitt að í bataferlinu þá hlutur okkar eigin hlutur hvernig við tökum á málunum sjálf, stundu þurfum við leiðsögn, stundu þurfum við meðferð, stundu þurfum við innlögn en þegar uppi staðið þá mjög mikilvægt í bataferlinu að við séum sjálf með í þeim og þar hefur þú staðið þig og fengið góða einhvern og örugglega einn af aðal þáttum áhrifaþáttum batans að þú hafði gefið þess að hugsa og nota þar gáfur sem þú hefur en þetta atriði, það seinna atriði að maður takir sjálfur þátt í meðferðinu og finni leiðir hvernig maður tekst á við hlutina burtséð frá öllum samtalsmeðferðum og innlögnum og lyfjum. Þetta algjört kjarnaatriði og þetta það sem gerir starf geðlæknis svo spennandi að ná upp samvinnunni. Já. En mér langar svolítið að taka þér orðið og segja, þú hefur greinilega þá verið
tilfinningaríkur, hæfileikaríkur, velgefin ungu maður með stóra drauma, eins og mývetningar eru með og svo gera hlutindi aðeins sem þú bjóst við og svo ferða að drekka, kannski til að dempa einhvern kvíða, kannski til að draga úr hömlum til að þóra að bjóða stelpunum upp eða eins og góður vinur minn samdæðin, ég byrjaði að drekka í hugsunarleysi og áfengi hefur mjög sterk áhrif sem koma strax, þannig að maður tengir strax ef maður hefur gagn af róuninni en svo ferðu inn í þetta ferli þannig sem þú ert ekki að fara vel með heilan og áfengið eitur fyrir heilan, þannig að heiliðinn þarna svona frekar, hann ekki alveg honum fullþroskaður hann ekki almennilega honum fullþroskaður fyrir að komin út úr framhaldsskólanum þannig að þar ertu að veikja þá getur sem þú hefur þær gáfur sem þú hefur þá varnarhættir sem þú hefur og íta undir eitthvað eins og þunglindi fyrir átti ég falleg gull, nú ég búin að brjóta og tína já, svo sannarlega og svona slegis eins og í bílnum, það hefur áhrif á heilan það getur haft varanlega áhrif á heilan og maður er kannski ekki alltaf mikið varfið og það getur haft áhrif á einbeitingu það getur haft áhrif á úthald það er oft svona þreyta í skjálfar svona slis og ýmislegt fleira þannig að þú ert með þannig 2 atriði sem veikja þetta líffæri heilan, þetta félagslega líffæri. Þannig að ég fæ mjög sterklega á tilfinninguna að þú hafir í vöggugjöfum mjög sterka, góða félagslega getu. En þannig er eitthvað tímabil sem út að skemma hana á viðkvæmu stigi. Og þá gerist þetta sem gerðist við píanóið í hótelinu, að þú færð kvíðakast eða taugaáfall. Það er sami hluturinn, bara svona kannski stigsmunur á því. Kvíðakasti getur komið, þú ert bara góður á morgun, en taugaáfalli skilur eftir vanlíðan og skerta úrvinnslu getur í einhver tíma á eftir. Þannig að og það er svo sem hægt að fá taugaáfall án þess að fá sterkan kvíða, en oftast er þetta mjög svipað. Það getur gerst hjá öllum, eins og það gerist hjá mér, en það hefur örugglega ítt undir það að þú varst undir álagi og þú varst að drekka. Og svo kemur þetta með einhvers konar geðrófseinkenni eins og þú varst með og í tengslu við svona mikla drykkju. Myndirðu kalla þessar ofskynjanir sem ég lýsti einhvers konar geðróf? Já, þetta er geðróf. Og ef þú vilt annað fallegt orð yfir á íslensku sem er lítið notað, þá heitir það sturlun. Að maður tapar rauntengslum, maður er með ofskynjanir, maður er með ranghugmyndir, maður veit ekki sitt besta, maður er með fullkomin minni og fullkomna vöku, en maður er með ranghugmyndir, ofskynjanir og hugsanatruflanir. Og þetta varstu með og það eru bara 2 ástæður fyrir því, að því að þú hefur ekki þróað geðklofa, þú hefur ekki þróað geðkvörf, sem er kannski hugsanlegt að hefðu gert ef þú er ekki hætt að drikka. Þá verður þú núna innlagður en þá. Nú er ég að dramatisera. Nei, það er ekki. En það sem hefur gerst með heilaðinn hérna í þessu geðrófsástandi er að þú er annarkvort verið því sem kallað Wernicke-Korsakoff-psykósa sem er þá í raun og veru geðróf vegna áfengis sem er lífshættulegt ástand. Og ég nærðist lítið. Já, og eða svaf lítið. Já, þá koma þessi vítaringi sem var með alvarlegri sjúkdómum eða sjúkdómsástand eða eins og var svona eftir þá hættir að drekka að það verið bara hluti af fráhvarfi sem köllum þá bara delirium tremens áður. Það er líka lífshættulegt ástand. Þess vegna er ég alveg í aðstöðu til þess að óskaði til hamingju að hafa lifað þetta af. Já, takk fyrir. Og haldið heilanum í góðu horfi. Og svo hefur þú væntanlega með þessi einkenni svo lýsir svo vel verið með það sem við köllum meðaldjúpt til djúpt þunglindi. Kannski mér nálætti að vera með þunglindi í geðrófi sem er stundum. Mér heyrist ekki, nú veit ég bara vissa hluti og þar hefur verið í lífshættu eins og vinurinn síðan var. Það er bara þannig. Já. Geta mín sumarið 1988 held ég hafi verið þegar ég líkt þarna inn í herbyggi í 90 daga. Ég komst varlaði gegnum andrýsblað. Ég sem að hafiði verið að allir hinni sögðu bara fljúandi gáfaður og mennskur. Ég komst varlaði gegnum andrýsblað. En við gleymum því stundum sko heilin einhverstaðar hérna djúpt inni, hann hefur svo mörg verkefni, hann hreyfir líkamann, hann stýrir hormónakerfunum, hann sér meldingun og hjartslátt og allt þetta með innri líffærin, en hann er líka í félagslega líffæri. Án fullkominnar heilastarfsemi getum ekki sungið eða spila á hljóðfæri eða verið í samskiptum við fólk eða lært nýja hluti eða einbeitt okkur og við gleymum þessu stundum og það er eitt sem er mest trublandi við áfengið er að það trublar heilan og það
það sem verst við áfengi er að það er svo margir með aðgengi og margir í vanda, þannig að vandan verður svo stór og dýr. Ég veit ekki hvort að Valgerður sagði það, en sko að það er metið sem svo að áfengisvandinn í samfélaginu sé á pari við rekstur Landspítalans alls. Já. Þannig að þess vegna er nú full ástætt að tala um forvarnir og að huga þessum málum. En aftur á þér, takk aftur fyrir að segja mér þessa sögu. Ég veit að svona saga er gagnleg, en sá maður sem fólk sér í þér núna er dugmikill maður að takast á við ábyrgðarstarf og flókna hluti, tala við alls konar fólk, hafa kjark til að fara í svona aðstæður eins og útsendingar þess að geta verið. Þannig að þau sjá þig sem sterkan og duglega mann sem þú ert. Og þau eru ekki ein með þeirra ein vanlíðan og sögu. Nei, og þá hugsa þau fyrst að hann komst í gegnum þetta, þá ætti ég kannski geta gert það líka. Ég er að vona það. Já, ég líka, en langar að spyrja heitt ferlið. Þú sagði svo skýrt frá þessu. Ef þú hugsaði vel hvað heldur þau að þegar þú lítur tilbaka, hvað heldur þau að þér finnist hafa verið erfiðast? Í þessu geðveikisferli? Já. Meinar þau að ná bata eða bara hvað var verst? Bara það sem kemur upp í huga núna. Í þessu ferli öllu, hvað svona sest í þig þegar þú hugsa hvað hefur hvað telur þú að hafi haft mest áhrif á þig og verið? Ég held það hafi verið hvernig geðveikin magnaði upp ótta við meiri geðveiki. Sumir segja að við séum ekki hrædd við neitt á eftir dauðanum eins mikið eins og að verða geðveik. Já. Ég held sko að þessi tilfinning sem einhverja daga var nánast vissa. Já. Að ég var að missa sjálfa mig. Já. Missa hausinn. Sem er rétt. Já. Missa geðheilsuna og yrði bara annarkvort spagetti einhver staðar á stofnun eða eitthvað. Ég held að það hafi verið alhræðilegasta tilfinningin í þessu öllu. Og ég held að þegar mér fór að batna þá hafi þetta verið eitt af því sem að hefur kennt mér síðan að þakka fyrir lítið. Því þarna ber mér að þakka fyrir mjög mikið sem hefði einmitt eins og þú ert að benda mér á. Þú segir að ég hafi bara verið í mikilli lífsætu. Þá eiginlega verði ég enn þakklátari að einhverjar hendur vina minna og einhverjir straumar þarna úti, eitthvað það að finna að ég var ekki einn að heilbrigðisþjónustan, bara að ég held að hafi verið alverst í þessu hvað ég var bara hræddur að missa sjálfa mig alveg. En afrek þitt að komast út úr geðveikinni, það er risastórt og það hljómar eins og það hefur bara verið ágætiskandidat að verða verulega geðveikur ævina út. Og þú rífur út úr þessu, með hjálp og meðferð, en mig grunar að þessi óttiðinn, sem er mjög skiljanlegur, hafi hjálpað þér, eins og þú orðar að sjálfur að rífa þig út úr þessu. Sumir fara aðra leið og hlusta ekki á neitt og ekki einu sinni á innri röddina og eru fastir í einhverju sjálfsblekking og það er hluta vandanum með áfengis truflunina að dómgrindin fer og innsæði fer. Þannig að þér hefur tekist að halda þessu innsæði og vera hræddur. Og ég tengi vel við það vegna þess að í kringum mig, þegar ég var strákur að alast upp á Akureyri, þá var mjög mikið drukkið. Það var öðru vísi, illa drukkið og þá voru áfengisvandamál í kringum mig í fjölskyldunni. Þannig að ég er ekki bindindismæður, mér er bara gaman og gott að ég góður að vinna hópi að lyfta glasi. En ég hef alveg frá upp að verið mjög hræddur við áfengi. Þannig að ég nota sömu aðferð og þú. Bara virkilega varkár að því að maður hefur séð þetta. Já. Svo er annað sem er gott við að hafa lent í svona krísu og komast út úr henni. Það er að svona hversdagsleg vandamál sem mörg okkar eru mjög upptekin að maður einhvern veginn tekur lítið eftir þeim. Maður læri svolítið að forgangsraða. Já. Nei, og við getum í löngu máli velti fyrir okkur þessu sem að ég held að sé nú þrátt við allt mjög dýrmætt að ég ætla nú ekki að verða lækninni sem að verður þekktu fyrir það að tala vel sjúkdóma. En það er samt þannig að mótlæti og sjúkdómar geta styrkt okkur og elt okkur og gefið okkur meiri dýpt í
skilningin á lífinu og forgangsröðina og þakklætið. Og ef við aðeins skjótumst inn í umræðan kulnun og álag og streitu þá eru til kenningar að ein af orsökum fyrir því að streita að auka svona mikið að við kunnum ekki á okkur, kunnum ekki að hvílast og kunnum ekki, sinnum við ekki nógu vel að vera þakklátti við litlu. Nei. Og við erum náttúrulega eins og við aðeins simpruðum á í síðasta þætti þegar maður einhvern veginn sítengdur nánast allan sólarhringinn við einhvers konar áreiti þá maður náttúrulega að bjóða hættunni heim. Já, má ég aðeins tala þetta? Vegna þess að mér finnst mjög merkilegt ef þú hugsar það að á þinni ævi þegar þú fæðist fyrir norðan þá kveiknar meðvitund. Við erum ekki með minni okkar meðvitund fyrir svona eftir annað aldursárið. Sennilega erum við með meðvitund jafnvel í móðu kviði en við munum þetta ekki. Svo erum við með meðvitundin að tenda alveg þangað til við deyjum. Og við skulum ekki núna fara í umræðan hvað gerist þá en þá sloknar. Ég er búin að skrifa bóka það. Já, ég þarf alltaf það. En meðvitundin við erum þannig séð online við heiminn allæfi sem stór merkilegt. Og hvenar ekki, meðvitundin minnkuð þegar við sofum. Meðvitundin getur verið minnkuð þegar við slökum vel á. Það slökkt á henni þegar þú ert í blackout í áfengisdrykkju. Það slökkt á henni í svæfingu. Það slökkt á henni í roti heilarhristingsins eftir bílsleysið. En svona í heildina séð erum við þannig hönnuð að við erum með meðvitund allæfi. Og það hugsanlegt að þetta að deyfa sig með einhverjum efnum eða þetta kikk sem þú talar í upphafi sé einhver löngun til að hafa stjórn á meðvitundina því það getur verið íþyngjandi að horfa á heiminn í 80 árið eða hvað við verðum gömul. Já, akkurat. En þú veist að jafnvel og ég að það til allt aðra leiður og þú getur glemt þér í tónlistinni. Já. Og þú getur glemt þér í góðu samtali eins og við erum svolítið að gleyma okkur núna og þetta gleyma sér eðlileg leið að fást við íþyngjandi heim og íþyngjandi meðvitund og betri leið heldur en áfengistempunin og þess vegna nú inn í sumu meðferðarformum sérstökslökun og núvitund. Já, einmitt. Ég að tala mikið núna? Nei, hreint ekki. Þetta finnst mér bara mjög áhugavert allt sem þú segir. Ég veit ekki hvort það að láta hann að flakka. Ég segi stundum vinum mínum eina grínsögu af þessu geðvíkstímabili. Það hafi ekki verið á Sturlunadegi 2 eða eitthvað svoleiðis í þessu ferli þegar ég veikastur. Þá heyri ég rödd og hún bara svona mjög biblíuleg. Bara eins og þú sért að horfa Monty Python skets og Guð sé kominn og tala þarna til einhvers grínleikarans. Og þetta bara svakaleg skilaboð. Þú ert hann. En þetta hluta geðrofinu. Já, en sko það sem gerist hjá mér, þetta mjög fyndið eftir á að hyggja, að það fyrsta sem ég hugsaði, ég nenni því ekki. ég man hugsunina sem kom, ég nenni því ekki, það svo mikið vesen og hvernig fór nú fyrir hún? Já, segðu, en það ekki bara einhver skynsemis, það ekki einhver skynsemis hugsun, en sjáðu að þetta rof á raundrengslum og þetta alvarlegt merki að geðrof starfrænt einkenni, það segir, þetta eitt af alvarlegustu einkennunum heila bilun. Já. Maður með meðvitund, maður veit hvar maður maður ekki gleyminn, það aðri sjúkdómar, en maður missir raundtengslin. Þess vegna finnst mér, svo ég komið því nú að, mér finnst mjög framandi að nota einhver efni sem hugbreytandi eins og áfengi í meðferðarskyni. Þetta svolítið að komast í tísku sumstar í heiminum. Að mikrodósa sveppi. Já, mér finnst það mjög framandi, ég leyfi mér að segja það. Já, vegna þess að þarna ferðu út yfir einhver mörk, heilin ekki að starfa eðlilega. Nei. Og það í svona geðrofsástandi af drykkju, þar illkynja sjúkdómsferli mjög líklegt. Ef þú heldur áfram að drekka, þá festist í þessu ástandi og þá verður þau geðveikur mjög líkt eins og sá sem fekk alvarlegan geðklofa. Já.
þetta getur gerst með áfengi, þetta getur gerst með flest vímuefni. Og þetta eina af ástæðunum fyrir því að greiningakerfin eru núna að breytast, að það talað heilsuspillandi áhrif áfengis, sem þá frekar algengt fyrirbæri, og það talað það sem kallar á ensku harmful use, það að segja að þá ert að nota áfengi þannig hvort sem þú ert alkoholisti ekki, að þú ert að trufla samskiptin við aðra og getu þína. Þannig að þú fengið í raun og veru báða þessa greiningar þá. Svo til þriðja greining sem fíknina og svo til fjórða greiningi sem geðrófið, af því að þessi tegunda geðrófið tengd áfenginu, og haltu nú fast. Það til ein greining í efstastíðinu og það að maður sé komið með Alzheimer sem ekki af óþekktum orsökum eins og oftast heldur af áfenginu. Það ekkert annað. Það ekkert annað. Þannig að heila bilun af völdum áfengis. Svona alvarlegt áfengi. Og sama tíma því haldið að okkur sem aldrei fyrr. Já. Mörgum til skaða, engum til gagns. Nú eru einhvern veginn allar rannsóknir sem sýna fram á það aldrei hollt að drekka áfengi. Það getur auðvitað verið skemmtilegt, við veitum það, en hérna... Má ég víkja því að á læknadögum sem í næstu viku, þar tema áfengisvandamál og Valgerður sem hefur mesta reynslu, hún stýrir þessu og fleiri. Hugmyndafræðin okkar gengur út á því fyrstulega við læknar látum við okkur heyra. Við eigum að tala meira þessi mál. Og kannski vissi fordómar hjá okkur að tala ekki mikið það vegna þess að okkur finnst oft við ekki hafa upp á nægilega öflugar meðferðir að bjóða. Þetta tekur allt langan tíma. Sumir læknast og þín saga hetjussaga það. Hitt atriðið á læknadögum að við ætlum ekki að tala neitt endilega mikið fíknina og þetta alvarlega þó að það sé kannski góð aðferð að hræða fólk. Við ætlum að tala þessi forstig, hvað maður getur gert í forvarnaskyni og þess vegna viljum við tala áhrif af því sem við kallum venjulega áfengisnotkun, tala aðgengið og mitt hlutverk að tala getur það verið að segja hvað hollt fyrir geðheilsuna að nota áfengi. Og það svolítið áhugavert og ég að setja saman þetta erindi. Og síðan viljum við læknadagar eru fyrir okkur, þeir eru lokaðir, en við viljum gjarnan eitthvað miðla af okkar þekkingu þannig að það hefur myndað svo hefð, læknadagar eru alltaf 3. vikuna í janúar og þá hefur myndað svo hefð hjá okkur á miðvikudagskvöldinu klukkan 8 í Hörpu. Þar verður málþing fyrir alla áfengisnotkun, áfengisvanda. En nýjungin að við erum að tala meira þessar hluti sem eru framar í ferlinu og þegar áður að verða geðveikur. Og það eru allir velkomnir og það bara að mæta og kostar ekkert inn. Miðvikudaginn eftir viku. Miðvikudagur eftir viku, já. Klukkan 8 í Hörpu, í Silfurbergi minni með. Það verður auglýst í Hörpu, hvar það í húsinu. Það einhverjum á stóru sölunum. Þetta frábært framtak. Þú sagði við mig þegar ég hitti þig daginn að fíkn væri alvarlegasti og algengasti geðsjúkdómarinn hér á landi. Í heiminum. Og þá erum við að tala áfengisfíknina. Ég aðeins borið þetta undir suma vinni mína sem hættir að drekka. Sumir eiga svolítið erfitt með að alkoholisti sé geðveikur eða hafi verið geðveikur. Já, það góð spurning, sko. Við viljum hafa þetta módel að fíkn sé, sko, ef við byrja þannig, áfengi fíkniefni, þó við segjum oft áfengi og fíkniefni, og áfengi hugbreytandi efni. Það sem gerir það miklu alvarlegra heldur en önnur fíkniefni að það löglegt. Og því haldið að okkur. Samfélagslega mjög viðurkennt. Og samfélagslega viðurkennt í okkar menningu. Og þess vegna miklu fleiri útsettir fyrir því. En þetta að líta áfengis sem sjúkdóm, það fær stöðugt meiri fótfestu í fræðunum. Og svo ég vitni nú aftur í þessi greiningafræði að ef fólk vil fletta þessu upp, þá heitir þetta í skammstöðun ICD, stóri stafir ICD 11, það 11. útgáfan, hún kom út 2019, hún ekki alveg komin í notkun hérna en við erum svona aðlagast þessu
Og þar svo vel lýst hvernig þetta flokkað í dag. Og þar algengasti sjúkdómurinn og áhrifamesti þess vegna, að þetta kostnað og nær til flestra, skaðalega áhrif, maður getur þýtt það yfir á íslenskunum við mettur að þýða þetta svona endalega skaðaleg áhrif áfengis og heilsu. Það getur verið líkamlegt, það getur verið andlegt. Á síðust árum síðan að við opnuðum fyrir bjórinn og opnuðum fleiri útibú vínbúðurinnar og lengdum opnunartíma, þá hafa alvarlegi lifrarsjúkdómar á Íslandi 7-faldast á 20 árum. Já, það svakalega tölfræði. Já, alveg ríkuleg. En hvað finnst þér sjálfum? Finnst þér framandi að tala áfengi? Núna ég algjörlega frjáls fyrir því hvað við köllum þetta. Já. Núna bara upplifi ég frelsi að mér alveg saman hvort ég kalla mig geðveikan eða ég hafi verið geðveikur eða hvernig það Þú ert fyrrverandi geðsjúklingur. Já. Það truflar mig ekki neitt að fíksjúkdómur sé geðsjúkdómur. Nei. En ég tek eftir að sérstaklega svona eldri menn. Já. Þeir eru ekki alveg sáttir við það að ég kalla það Eitt sem var rætt mikið þessari greiningar vinnu, það var að hafa þetta í sér flokki. Þá hefur lúnasjúkdóma, geðsjúkdóma, hjartasjúkdóma, áfengissjúkdóma. Það hefði kannski verið svolítið sniðulaust, en ástæðan fyrir að það þarna inni, þú voru að muna, þegar við setjum greiningu þá var það gert bara í einum tilgangi. Það að það geti orðið sjúklingnum að gagni. Og þess vegna, af því að það er svo mikið að þunglyndis-kvíða og geðrófseinkennum og svona, það ábest við innan sérhæfingar geðlæknisins og þá lendir það inn í flokknum sem heitir geðsjúkdómar. Það ein ástæðan vegna þess að þar eru meðferðartækin til. Einmitt. Sko, eitt orð aðeins munin og aumingjaskap og hetjuskap. Já. Þetta liggur nú ekki alltaf ljóst fyrir hjá hinum veika, sko. Nei. Hjá fíklinum eða hjá alkanum eða sem sagt hluti á bataferlinu. Já. Það kannski hjá mörgum sem ég hef talað við. Já. Það þegar fólk áttar sig á því að þótt það hafi ekki náð því besta út úr lífinu áratugum saman, þá hafi það verið vegna þess að það var veikt en það var kannski samt að gera það besta sem það gat á þeim tíma. Þarna geta orðið rosaleg vatnaskil ef fólk næri einhvern veginn að fyrirgefa sjálfu sér og fær þá með því viðspyrnu til þess að lifa blómlegu lífi síðar. Já, þetta svo mikilvægt og ég held að ef við tölum stertuna þá getum við sagt að fordómarnir og samviskubitið og eftirsjáin ekki frjótt viðhorf til að ná tökum á vandanum. Ekki uppbyggjandi sko og þýliti til sjúkdómsmódeli gagnlegt líka. Mér finnst oft gott að taka samlíkingu ef þú hefur fengið alvarlegt krabbamenn og unnið bug á því og ef það til dæmis fyrir tengt reykingum og eitthvað og þá hefur þú bara hætt að reykja og lítið á það sem sjálfsagt. Þú hefur aldrei í slíku ferli held ég upplifað það sem aumingja. En þetta svona stutt varandi geðsjúkdómana stuttið að við upplifum okkur sem aumingja. Og þetta fordómar og það þegar maður í einstaklingsmeðferð þá vil maður tala mikið þetta því að viðhorf þess sem í meðferð skipta miklu máli og hann fari ákveðna sjálfskoðun átt sig á því hvaða svona styrk hann hafi og hvaða stöðning hann hafi og hvernig viðhorfin geta verið styrkjandi eða jafnvel hindrandi. Og það vel hægt að útfæra þess vegna finnst mér eiginlega alveg ævintýr að setja í einhverju sem bara líkist mjög mikið meðferðarlegu viðtali til þess að fólk sem ekki þekkir inn hennan heim að það átti sig á því hvað þetta skipti miklu máli að maður taki á fordómunum og samtökin hafa ákveðna aðferðafræðis að taka á fordómunum og ég upplifið það þannig að þar hafi verið fundin alltaf góð aðferð að gera þetta með vissu drama sem henda þá sumum öðrum ekki og líka þetta sem að fela hlutina í einhverja æðri umsjá sem er erfitt með þessi æðri máttur og æðri máttinn og kemur ekki endilega sko Guðshugtakinu við, þarf ekki að gera það. Margir kalla það Guð en hérna. Nei, og það getur verið mismunandi eftir fólki og fyrir mér hefur myndast mikil skilningur í gegnum árin á mikilvægi vonarinnar og ef þú ert ekki burðugur og ert í svona veikindaferli eins og þú ert með, það ekki allir eins vel gefnir og þú ert, það ekki allir
þennan ótta sem að stýrir og þú hefur greinilega, þú talar alltaf vini, það alltaf vinir í kringu þannig að þú ekki einangraði. Þeir sem að hafa þetta ekki, þeir eru stundum alveg vopnlausir og þá getur verið bara stórt skref að leggja hlutina í hendunar á öðrum. Hvort sem það bara huglegt sem ekkert bara, sem skiptir miklu máli, eða varðandi svona praktíska hluti, skilu. Þannig að já. Þú sagðir að ég verið vel gefinn, sumir myndu nú segja að það þyrfti hálfvita til þess að segja nei takk þegar honum boðið að vera Messias. Nei, en sko það sem maður gerir sem geðlæknir að það fyrsta sem maður hugsa þegar maður sest með fólki, maður hugsar og ef að verkefni eitthvað eins og hjá okkur, nú köllum við það ekki meðferð, við erum að reyna að gera eitthvað gagnlegt, að þá hugsa maður við hvernig ég að tala, hvaða styrk hefur hann, maður heyrir þá til reynslusögunum, maður finnur það bara, hversu velgefin hann. Maður hugsa líka og maður nær því nú oft bara tiltölulega snemma, jafnvel í einu vitali, að skilja hvernig varnarhætti hann notar. Þú notar mjög dæmigerðan íslenska varnarhátt, að bíta á jaxlinn og halda áfram, vaðan í skaflinn, eins og íslenska rollan, þangað til þú situr fastur. Ég íslenska rollan, holdi klætt. Já, skilur við aftur þessu og þannig að þá maður komið með svona andlegu getuna, maður komið með svona einhverja hugmyndum varnarhættina og svo hugsa maður í þriðalegi hver löngunin hérna? Er þetta sonurinn sem móðurinn hefur neitt til að koma í viðtalið? Er þetta lífseindi maðurinn sem á einhverjum tímamótum og tilbúin til samvinnu? Þetta svona grunnurinn af meðferðinni. Þú fær náttúrulega marga sjúklinga sem voru sendir einhverjum öðrum. Já. Mér langar svolítið að segja það vegna þess að gerði ég það kannski síðast unga fólki. Ég gerði það aftur allavega. Já, það svona boðskapur í því að það gerist mjög oft á haustin og í janúar að mæður koma með unga fólki sem á tímamótum, veit ekki hvað vil verða. Kannski komið inn í svona einhvern vanda eins og þú varst í. Að hlutindir ekki að ganga upp eða rætast. Og það var að laga þetta fólk til með einhverjum greiningum. Þetta fólk oft ekki geðveikt. En það góður efni við í að verða það. Og þegar maður tala við þennan unga manni eða þessa ungu konu, þá kemur í ljós að það verið að fikta við áfengi meira en góðu hófi gegnir. Og maður þarf að fara svolítið onni í söguna því að fólk skautar oft yfir það og það virkar ekki mikið en svo kemur bara í ljós að það bara mjög regluleg notkun oft of mikið magn. Og þá segi ég stundum, kannski ekki fyrsta viðtali því það er ennþá svona mótspyrna og mamma vildi þetta ekki ég, en ef maður nær samvinnu þá segi ég stundum í viðtali 2 eða 3, ertu til í að vera edrú í þannig til þú kemur í næsta viðtal eða ertu til að vera edrú í janúar, febrúar, mars og þetta unga fólk það oft til í það og svo gerist alltaf það sama það eru undantekningar en flesti koma tilbaka og eru alveg undrandi hvað allt gengur betur ef þú hefur hitt einhvern svona já, alveg rétt maður veit það ekki nei. Við erum í forvörnunum það þarf einhver að vera í þeim það ekkert margir að sinna þeim en mér finnst líka svolítið gaman að fá tækifæri eins og hjá þér í dag með þér að gefa fólki svolítið innsýn í hvernig unnið í svona málum já, það veist mér líka mér finnst þetta viðtal vera mjög nálægt til að vera eins og meðferða viðtal já en þú ætlar ekki að rukka mig við áttum eftir ræður Svona lokum Ólafur, þetta búið að vera mjög skemmtilegt og áhugavert og bara eins og ég segi, ég vona að þetta hjálpi ykkur, kæru áhorfendur og hlustendur líka. En þú ert að fara, þú undirbýrð þín eigin starfslok næstu áramót, er það ekki rétt skilið hjá mér? Jú. Myndirðu þora að taka þennan skrýtna slag með mér í fjölmiðlunum með þeim hætti sem þú hefur gert? Að það væri ekki farað svona hylla undir lok starfsæfinar heldur að Veistu, mér líka svo vel við þig og ég finna við þig þetta sameiginlegt að vilja gera gagn og ég vil ekki að skjóta þig að svona eru kallar að norðan nei, en ef þú sér eitthvað gagn í mér ekkit endilega seinna, það getur alveg verið bara núna, þá kem ég bara og kallar. Já, kæru þakkir. Ég er með hugmyndir á 2 öðrum þáttum sem við ræðum bara seinna. Já. Þannig að það er ekki tengt því að þú sért að fara að víkja af velli starfsæfi. Nei, en það tengist þú þannig að því að undirbúa starfslokinu og vera að minnka við mig, þá hef ég líka haft aðeins aukinn tíma
til að sinna því sem að mér finnst vera hlutastarfinu og mér beri að gera og það er að fræða. Og það er það sem við erum að gera hérna. Og það er orðið svolítið hvatning innan úr alheims samtökum lækna að við lækna sitjum ekki bara í lokuðum sjúkrahúsum með okkar þekkingu, heldur berum hann út og það er kallað á enskunni og hvatning frá félaginu okkar að sinna því sem heitir health advocacy og ég hef þýtt það á íslensku heilsu áhrifavaldur. Ég vil verða heilsu áhrifavaldur með þinni hjálp. Já. Eru þó ekki einhverjir kollegar þínir sem að hrista höfuðið yfir því að þú sérst að fara í svona viðtöl og spjalla við mig með þeim? Fyrir 10-15 árum síðan alveg örugglega. Núna ekki. Læknar eru að vakna til vitundar um þetta. Þannig að þú fær stuðning frá þinni eigin stétt. Mikinn og bara dæmum það er þessi dagskrá að læknardöfum. Tók eftir því eftir viðtalið okkar hérna daginn að allt í hennu voru allir fjölmiðlar bara á eftir þér. Já. Var það máttur samstæðar þar? Já, ég held að, ég sagði nú við í grína áðan, þú ert á búin að uppgöta mig. Það er reitt, þetta snýst ekki Ólaf, mér langar til þess að, eins og þér, að verða til gagns. Já. Og ef við bara finnum það, þá höldum við áfram, annars drögu okkur í hlé. Er það ekki... Jú. En mér langar ánum hættin, mér langar að þakka þið fyrir hugrekkið og segja söguðina. Ég veit að langri reynslu hvað svona frásögn hefur mikil áhrif. Ég er mjög ánægður og fegin að þessu augnabliki sé lokið. En líður þið ekki bara vel með þetta? Og við höfum komist í gegn. Já, en líður þið ekki bara vel með þetta? Ég held það. Já. Ég held það. Já. Jú, mér langar til þess að hjálpa fólki að trúa því að geðveiki er ótrúlega algeng. Hún getur orðið tímabundið, hún getur verið krónísk og með því að horfa alltaf á þetta með augum feimninar og stinga þessu inn í skúmaskotin þá náttúrulega komast við ekkert áfram. Nei, þú fékkst illkynja geðsjúkdóm sem hefði getað dregið til dauða eða eyðilagt allt líf þitt. Já. Og þú fékkst bata og þú fékkst hjálp en þú hefur að mörguleiti líka þú átt mikinn þátt í batanum sjálfur og það er svolítið ekstra krydd varðandi geðheilsuna. Já, það er svona að tala um hetjusögur. Já. Þið eru líka hetjur þarna úti, bara ekki gleyma því. En Ólafur, kæra þakkir fyrir komuna. Já, ég mun halda áfram að reyna þjóðnýta þig, ég mun hringi í þig aftur, kannski aftur en var þetta ekki bara fínt? Mjög gott. Sáttur? Ertu búin að slökkva? Nei, ég er ekki búin að slökkva. Nei, ég er mjög sáttur. Já, þú ert mjög sáttur. Já. Og ég hlakka til að sjá viðbröðin, það sem er gott við netið, að nú fáum við viðbröð, það er mjög gott að fá það. Ég ætla að leggjast alveg yfir það hvað ég skrifið þarna út. Það er örugglega hægt að skrifa margar sögur upp úr þessu spjalli. En Ólafur, kæra þakkir fyrir komuna. Miklu meira. Og við erum ekki alveg hægt, ef þið eruð ekki búin að fá nóg, þá kemur hér nýr kafli eftir andartak. En takk fyrir að hlusta og horfa á okkur og ég vona að þetta hafi verið í lagi. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.